Kæru hrútar, hér kemur örlestur fyrir ykkur, varðandi samband, tilfinninga, tengingu, einhvers konar í ykkar lífi. Við byrjum hérna á refnum. Refurinn er svolítið tvíbent spil, getur táknað aðila sem er undirförull og ekki traustsinsverður, en refurinn táknar líka það að vera útsjónarsamur og að geta verið sjálfstæður. Það er eitthvað hérna varðandi fjármál og vinnu og það að vera sjálfstæður í vinnu, og ef til vill er það þú sjálfur, kæri hrútur, eða hinn aðilinn í sambandinu. Hér er manneskja sem að gæti verið þú eða hinn aðilinn sem að er svona tengist þessum rebba. Þetta gæti verið lýsing á manneskjunni eða það að þessi manneskja er að velta fyrir sér þessum eiginleikum þínum og hvort hún geti treyst þér. Þetta er þannig svipur, svona spá og spekulera, hvort að þú sért búin að vera stabíll og hvernig þú hefur staðið þig í því að afla þér fjár. Þetta er eitthvað það að vera traustsinsverður. Kæri hrútur, ég vona að ég móðgi ekki með þessu. Ef þið vill treysti þú ekki öllum aðilum fyrir aðkomu að fjármálunum þínum eða því sem tengist vinnunniðinni, og þú ert að velta fyrir þér hvort þú getur treyst þessari manneskju. En sko, þessi lögn átt að vera rómantík og samband. Hvar er rómantíkin? Við skulum sjá. Ok. Þetta er aðili í lífið þínu sem að þú veist hver er og þekkir, og ef til vill er þetta fyrra samband sem að koma aftur inn í lífið þitt. Það er einhvers konar upplýsingar sem koma hérna með uppljóstrun gæti verið, og þú ert eftir að sjá nýjar hliðar á þessari mannesku sem að hún hefur ekki sýnt áður eða þú hefur bara ekki tekið eftir áður, og kannski er það bara eitthvað sem að þér líst vel á. Það getur verið sjálfstæðið hennar sem að þér finnst bara vera jákvætt og hentar þér vel, og það getur líka verið að hún sé að hugsa það sama, og þegar ég segi hún, þá er ég meina manneskjan. Tek fram hérna, þó að hér standi lady, þá þarf þetta ekki að vera lady. I'm a lady, muni eftir því. Næja. Hérna, það er eitthvað hérna varðandi það að treysta og opinbera og leggja öll spil á borðið, koma með upplýsingar og segja frá leyndamálum. Kannski kannastu við hvað ég er að tala kæri hrútur, kannski ekki. Tökum hérna eitt enn. Já, sko. Það er einhver blöðum það fletta að hér er bara verið að ákveða næsta skref sem er einhvers konar skuldbinding. Getur verið þetta hefðbundna trúlofun gifting eða allavega einhver sterkari tenging heldur en hefur verið áður. Bónorð eða bara ástarjátning sem kemur hérna upp með leyndamálinu, og mér sýnist bara verða sterk tenging úr þessu framundan, og þú og þið báðir aðilar virðast vera traustsinsverðir, ef að það var það sem að máli snerist Ok, kæri hrútur, ég bara óskaði til hamingju með þetta. Ljós og kærleikur.